kvöldið og velkomin í þennan fyrsta útsvarsþátt vetrarins líka á þessu svakalega viðburðaríka degi, Sólmundur. Heldur betur, þessi dagur átti að snúast fyrst og fremst okkur og þennan þátt, en það var tekið sviðið því miður. En nú er loksins komið að þessu, útsvarið er hafið þennan veturinn. Og hér er fjör, fullur salur af fólki, hvernig er stemmingin? Nákvæmlega. Auðvitað. Og við erum að sjálfsögðu með fólk hér hvaðan af landinu? Heldur betur, hér erum við með Ísafjörð og Flóahrepp, ef við ekki klappa fyrir þessum liðum. Þetta er bara flott og svo þú úr borginni og ég úr dreifbýlinu, þannig að það er það besta ára. Það er þjóna mörgum hópum. Það er verið að þjóna hér, reyna að vera að þjóna sem flestum, sko. En heyrðu, eigum við ekki bara að fá liðin til þess að kynna sig? Þetta er líka splunkun í lið frá báðum hreppum. Eigum við að byrja á Ísafirði? Já, ég skal byrja. Ég heiti Gylfi Ólafsson. Ég heiti Tinna Ólafsdóttir. Og ég heiti Greipur Gíslason. Gylfi, ég man nú til með þú nú verið kannski svoleiðis í hringiðunni í því sem er búið að gerast undanfarin í halva sólarhring eða heila. Hvað ertu búin að sofa mikið? Sko, Tinna vakti mig 3-leytið í nótt og hérna sagði að stjórnin væri fallin. Haltu þessu bara áfram að sofa, Gylfi minn. En það var ekki mikið úr því. Nei, akkurat. Akkur fyrir það sem ekki vita, þá ert þú aðstofamaður fjármálaráðherra. Já. Ég var það Þú varst allavega í dag. Klukkan 3 í nótt. Þannig að þú ert kannski ekki búin að vera mikið með hugann við útsvarið í dag. Nei, alls ekki. Bara yfir höfuð. Ég vissu kom hérna, ég fylgdi ráðherra Inga í hádeginu, sko, þegar hann kom í viðtali, þannig að ég tók aðeins út aðstöðuna og það var ágætt, sko, að hitta aðeins upp. En ykkar lið, þetta er í raun að þið skuli sitja hér 3 saman, það er ekki tilviljun í raun og veru. Greipur, þú veist og Tinna. Og ég segi þetta. Já, eða ekki. Við, kannski einhvern tíma datt okkur í hug að einhvern tíma myndi eitthvert okkar vera beðið að vera með í útsvari og þá gerðum við samning okkar á milli að það væri það við öll 3 saman eða ekkert okkar. Og héldum þá þar myndum við náttúrulega aldrei þurfa að gera þetta. En svo í ár var bara hreinlega fallist á þessar kröfur og hér erum við. Já, en við Greipur erum sem þetta æsku vinnur og höfum verið að undirbúa fyrir þessa keppni hérna síðan á 10. áratugnum og við erum hjón. Við erum hjón. Þannig er svona vinahópurinn samansettur. Já. Tinna er oftast skötu 3. hjólið í þessu sambandi. Komum náttúrulega mjög sent inn í þetta. Já. Það er góður andi í liðinu. Já. Bara gangi ykkur vel í kvöld. Takk fyrir. Og þá er það... Já, gefum að sjálfsögðu gott það. Já. Þá er það flóamenn eða flóahreppur. Komið sæl, viljið þið kynna ykkur fyrir okkur? Já, ég heiti Stefán Geirsson. Ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir. Guðmundur Stefánsson. Og hvernig er ykkar hópur samsettur? Eru hjón þarna eða æskuvinir eða? Ekki svo gott. Ekkert svoleiðis. Nei. Aldursdreif bara. Já. Þið eru þetta ný. Já. Eru þið búin að fylgjast með útsvarinu lengi? Já, svona. Svona sem maður getur. Hvað varstu gömul þegar það byrjaði? Hvað sagði þetta 11. Þá var ég 9 ára. Já, 9 ára. Það er gott. Það er einhver æfing í því. Já. Og þið eru hér í fyrsta sinn, flóahreppur þar að segja. Jú. Já, glæsilegt. Bara gangi ykkur rosalega vel í kvöld. Takk fyrir. Jæja. Ef við ekki bara vinda okkur í keppnina? Ég held það. Bjölluspurning 1. Fulltrúar Landhelgisgæslunnar fóru á dögunum í heimsókn til bresku hafnarborgarinnar Hull og færðu heimamönnum meðal annars 1 stykki togvíraklippur sem reyndust betri en engar í þorskastríðinu og hafa löngu verið kallaðar leynivopn gæslunnar í þessum átökum. Klippurnar voru þó ekki eina leynivopn Landhelgisgæslunnar eins og Gylfi Geirsson loftskeytamaður upplýsti í viðtali á Rás 1 í sumar. Gylfi sagði Bretana iðulega hafa spilað sönginn Britannia Rules the Waves til að peppa sína menn upp og þá hafi Gæslan gjarnan truflað fjarskipti þeirra með því að spila íslenska tónlist ofan í þá bresku. Oftar en ekki með einum tilteknum tónlistarmanni. Og við spyrjum, hvaða tónlistarmaður var það?
Gylfi Ægis. Gott gísk en ekki rétt. Ég veit ekki, 70 og eitthvað. Eigum við að giska á Villa Vill, eða ekki? Já. Við giskum á Villa Vill. Villa Vill. Skulum fá svarið. Já, sko, klippurnar voru nú kallaðar leynivopn, en svo notuðum við reynda Megas sem annað leynivopn. Við gerðum það þannig að við trufluðum fjarskiptið þeirra með því að spila Megas ofan í fjarskiptið þeirra. Þar hafið það, Breta voru beitti Megasi. Megasaðir. Ekki fengum við stig út af þessu, en við ætlum að vinda okkur í aðra bjölluspurningu og við förum í stafaruglið. Þetta er fyrsta rugl vetrarins náttúrulega. Grösug sina hljómar vissulega undarlega, því hvað er sina svo sem annað en visinn grös? Ef bókstöfunum í þessum furðufrasa er raðað eilítið öðruvísi, birtist aftur á móti eitt orð yfir nokkuð sem iðulega fer eins og eldur sinu og getur, alveg eins og sinueldurinn, haft afar slæmar afleiðingar þegar verst lætur. Hvaða fyrirbæri er það? Þið dinglís og þið telli ykkur að koma með svarið. Leið. Alveg leið. Við varum bjalla. Já, þið megið bara bjalla þegar þið eru tilbúin. Það kemur ekki. Já. Já, við erum bara með svarreppin. Sögusagnir. Svarreppin. Sögusagnir. Það er bara hárrétt. Við erum komið með fyrsta stig í hús. Fyrsta stig í hús. Glæsilegt. Glæsi spennandi. Já. Við vindum okkur þá í næstu spurningu. Þær fréttir bárust síðsumars að Gylfi Sigurðsson hefði verið seldur frá Swansea til Everton fyrir metfé. Það metfé hljóðaði upp á 45 milljónir sterlingspunda og er því haldið fram að Gylfi hafi þar með orðið dýrasti Íslendingur sögunar. Eða hvað? Árið 1120 þurfti Þorgils Oddsson þó að greiða 240 í skaðabætur fyrir að höggva einn fingur og smá sneið af 2 fingrum til viðbótar af Hafliða másinni. Þetta samsvarar 5.760 dagsverkum heyanir eða 240 til 300 kýrverðum fyrir 1 putta og 2 kjúkur. Þannig að það er spurning hvernig þetta kemur út í samanburðinum pund fyrir pund. En við spyrjum, hvaða fingur fauk af Hafliða í heilu lagi? Ég ætla að giska á að það hafi verið litliputti. Það er ekki rétt. Vísifingur. Já, við ætlum að segja vísifingur. Það er ekki heldur rétt. Þetta var að sjálfsögðu langatöng. Þá ætlum við að vinda okkur yfir í 4. bjölluspurningu og þetta er valkostaspurning. Kintsugi eða kintsugi eða kintsugi. Ekki alveg viss hvernig við ætlum að bera þetta fram, en ég ætla að segja bara kintsugi. Þetta er augljóslega útlenska, eins og þið heyrið. Á íslensku er ekki til neitt orð yfir það sem orðið eða hugtakið kintsugi merkir. Við bjóðum nú upp á 4 mögulegar þýðingar á þessu ágæta orði eða hugtaki. Eðli málsins samkvæmt er aðeins ein þeirra rétt, en hver? Og hér kemur fyrsti valkostur. Kintsugi er eina orðið úr Swahili sem náð hefur fótfestu í öðrum málum. Í beinni þýðingu útleggst það sem þurrt vatn og er aðeins notað á þurrkatímum uppþornaðar lægðir eða dældir sem á regntímum eru misvíðáttumikil stöðvötn og kallast þá sugi. Þá er það annar valkostur. Kintsugi er japanska orðið yfir þá listalaga broti keramik með því að bræða það saman með gullblönduðu keramiklími, einnig þekkt sem kintsukuroi. Og þriðji valkostur.
Kintsugi mætti eftirvill þýða sem dömufrí, en það nær þó ekki alveg merkingunni, því á eyríkinu Tonga gerist það einu sinni á ári að ólofaða konur eldri en 16 ára bjóða ólofuðum körlum frá 17 ára og upp úr, ekki einungis upp í dans, heldur til hjónabands á hátíð sem heitir Kintsugi. Og svo það 4. og síðasti valkostur. Kintsugi hugtak úr máli Pólynesa karla sem ekki vita kvenna sinna tal. Þá fáu en aðdáunarverðu ætthöfðingja sem eiga svo margar konur að þeir og aðrir eru hreinlega hættir að telja. Vill þú segja D? Karlar sem viti ekki hversu margar konur eiga. Þið ætlið að segja 4. Já. Sem þetta sé hugtak úr máli Pólynesa karla, já. Það ekki rétt. Ég held, ég myndi ekki sko að vera 3. Já. Því ég voðalega góða máltilfinningu fyrir svona. Allt í leið. En Þá segjum við, viljum við segja það 3. Þið ætlið að segja 3. Dömufríð. Það dömufríð á Tonga. Heyrðu, það ekki rétt heldur. Þetta var samt, þetta var góð tilfinning, það alltaf gott. En Kintsugi japönsk aðferð til viðgerða og keramík þar sem að gull kemur við sögur. Þannig að þetta var valkostur númer 2. Þar höfum við það og förum í 5. bjölluspurningu. Fréttir af fræga fólkinu njóta mikilla vinsælda á vefmiðlum heimsins og þar Kim Kardashian engin undantekning. En hún hefur eignast 2 börn, North og Saint, með manni sínum Kanye West. Nafni hennar, ekki ófrægari, Kim Jong-un, eignaðist fyrr á þessu ári barn með konu sinni Ri Sol-yu. Fréttir af barneignum þeirra eru eilítið óljósari en að fjölgun þeirra vesthjóna, en númer hvað í röðinni var þetta nýjasta barn leiðtoga Norður-Kóreu ef marka má vestræna fjölmiðla nokkuð? Þú setja þessi 3. barnið? Það hárrétt. Þá ætlum við að vinda okkur í 7. bjölluspurningu og það myndagáta. Þið sjáu nú mynd birtast smá saman á skjánum og uppálagt að hringja bjöllunni leið og þið haldið að þið vitið hvað þarna á ferðinni. Og hvort lið má hringja bjöllunni 2 svars og það þarf ekkert að bíða eftir að hitt liði hringi inn á milli. Þið bara hringið þegar þið teljið ykkur vita svarið. Hvað birtist hér? Old Trafford. Hvað fyrir ekki? Old Trafford. Það ekki rétt. Já, ef þú ekki gíska á Anfield. Þið með það, en það ekki rétt heldur. ok, takk samt. Þetta Globen í Stokkólmi. Hvað segiru? Globen í Stokkólmi. G-L-O-B-E-N. Það hárrétt, þetta Globen í Stokkólmi. Já, þetta gullfallegt hús. Virkilega. Hefurðu komið þangað? Já, ég átt heim í Stokkólmi 9 ár. Nú, hvað Það vandrar að ég hafa ekki fattað þetta fyrr. Þetta bara þinn annar heima bær. Já. Það má geta þess að Eurovision hefur haldið þarna. Já. Ítreka. Skemmtunar. Þá vindum við okkur í 7. bjölluspurningu. Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar Jónasson kynntu á dögunum til sögunar ný bókmenntaverðlaun. Verðlaun fyrir glæpasögu eftir áður óútgefin höfund. Verðlaunin heita Svartfuglinn eftir samnefndri sögu Gunnars Gunnarssonar og þau eru veitt í samstarfi við útgefanda þeirra skötuhjóa, Yrsu og Ragnars. Hver útgefandi þeirra?
Forlagið? Ekki rétt. Það er, já, það heit, JPV. Nei, Nei. það er ekki rétt. Er það En það er JPF undir forlaginu Einmitt, líka, já. þannig að það er hins vegar Bjartur eða Veröld Já. sem er Eða þarna. veröld, sko. Það getur enginn fylgst með þessu. Nei, það er ekki þetta. Það eru mikla hræringar þarna í þessum víða. forlagsmarkaði. Ef við ekki að gefa liðunum svona gott klapp. Jú. Sko, við erum farin í 8. bjölluspurningu og það er komið að annari nýjung sem við getum kallað þekkiði þjóðina. Við fengum sérst Gallup til þess að leggja spurningu fyrir landsmenn og gáum upp 4 svarmöguleika. Fyrsta spurning vetrarins hljóðaði svo. Hver eftirtalina húsverka leiðast þér mest? Og svarmöguleikarnir sem buðust voru eftirtaldir. A. Að ryksuga. B. Að þurrka af. C. Að þvo þvott. Og D. Að skúra. Og nú viljum við biðja bæði lið að giska á hvaða húsverk flestir sögðu leiðinlegust og hvaða húsverk fæstir sögðu leiðinlegust af þeim sem spurt var um. Þeir að skrifa sem sagt á blað, númer 1 leiðilegasta húsverkið og númer 4 það skásta. Og 2 stig fást fyrir rétt gisk í hvort tilfellum sig og 2 til viðbótar ef liðið er með hvort tvekja rétt. Og við sækjum til ykkar svörin eftir augnablik, þannig að nú er bara að debata um þetta. Hvað ykkur finnst vera leiðilegast og hvað ykkur finnst vera skemmtilegast og hvernig hinn íslenska þjóð hugsar. Hjónin takast mikið á þarna. Já. Ég held Ah, Nei, já, það er ekki mál, maður opnar bara, stingur inn og það er ekki allir sammála í þessu, sko. Svo er alltaf Nú ætlum við að fara að fá þetta hjá ykkur. leiðilegast er það nummer 1. Sólmundur, þú er bara Ég er bara að að vaða í þetta. vaða í þetta. Gefa hjónunum smá frest. Já, er það ekki? Þau þurfa aðeins lengri tíma, það er bara oft svoleiðis. skemmtilegast. Flóamenn hljóta að vera klárir með þetta. Engar hjóna er í ykkur. Ég myndi akkurat Eða, krakkar? En þetta er bara, tverum á denum. Það er auðvitað fyrir ykkur Þetta er bara að þá. látið vaða. Jæja. Já. Sólmundur, ætlað þú að Á ég að tilkynna þetta? tilkynna hvað... Sko, það sem að Flóareppu segir að landsmönnum þykir skást að ryksuga og leiðinlegast að þvo þvott. Hjónin og þriðja hjólið, Nei, það voru- vinirnir á þriðja hjólið, Já. Eins og þau við. segja að skemmtilegast sé að þvo þvott og leiðinlegast að skúra. Maður verður svo klístraður, sko. En ekki, það var ekki eining innan liðsins Nei, svona með þetta. Ég ætlaði að setja akkurat upp því maður skúrar miklu sjaldnar heldur. Já, ertu ekki með hanska þú skúra samt? Nei, þetta er bara gert svona alveg. Það er alltaf svo stamir. Já. Það er svo stamir leiðileg. Eigum við að heyra svarið? Sko, af þeim húsverkum sem hér var spurt um, þá leiðist Íslendingum mest að skúra. Sko? 38,4% tóku þann kosting. Og illskást er að þvo þvott. Aðeins 12,7% þeirra sem tóku þetta í könninni sögðu það leiðilegasta húsverkið og næst leiðilegast er að þurrka af en ryksuga náði bara 3. setinu. Þetta þýðir hvað, 6 stig á Ísafjörð? Þetta er svona, ég skil ekki, ég er svo gaman að ryksuga, ég fæ eitthvað út úr því að ryksuga. Þetta sannar bara það sem við Gylfi höfum haldið fram lengi að við Gylfi erum í meiri tengslu við þjóðina heldur en til það. Já. Ég veit greinilega ekki neitt. Það er svona miklu meðaltagsmenn. Þetta gekk vel. Það var komið að 9. bjölluspurningu og nú sjáum við 4 myndir í einni röð og aðrar 4 í hrúu. Og ykkar verkefni er að draga myndir úr hrúunni og tengja við myndirnar sem eru þarna í lóðréttri röð. 2 og 2 sem sagt. Og það lið sem er á undan að tengja öll 2 rétt saman fær 2 stig. Það lið fær 2 stig til viðbótar fyrir að útskýra hvað þarna sést og í hverju tengingarnar felast. Takist það ekki, fær hitt liðið tækifæri til að útskýra tengingarnar og fær 2 stig fyrir ef það lánast. Búm, við erum komið með það. Við líka. Já, fyrir ekki. Bjarnan virkaði ekki, sko. Ekki okkur. Þannig að þá bara...
Leið. Hvað segir dómarinn við því? Hvað segir dómarinn hvort liðið var á undan? Við áttum að segja bingo núna. Já. Ég heyrði fyrst í Ísafirði hér að þau gáðu þetta í kynna, þannig að Leifa þeim að byrja á Timmi, spurt. það bara segja okkur hvað er í gangi þarna? Já. Já, þetta eru þjóðarplöntur og þjóðarleiðtvar. Þetta er hárrétt. Sko. Og þetta eru sem sagt þjóðablóm Skota, Nýsjálendinga, Kanadamanna og Íra og við hlið þeirra eru stjórnmálaleiðtogarnir. Það er sem sagt þistillinn sem er þjóðablóm Skota og þarna er Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotlands. Svo er það silfurburknin og Bill English, forsætisráðherra Nýja-Sjálands. Svo er það Hlinslaufið og Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada. Og svo er það írski smárinn og Leo Varadkar, forsætisráðherra írska lýðveldisins. Já, það er nú bara þannig, krakka mínir. Þá það komið. Við ætlum að fara næst yfir í 10. bjöldspurningu og það er tónlistagetraun. Og við bregðum okkur á æfingu hjá bílskúrsbandi Útsvars og heyrum útgáfu þess á vel þekktu íslensku lagi og við einfaldlega spyrjum hvaða lag er þetta. Tungli, tungli, taktu mig. Það er bara hárrétt. En núna styttist ég að við förum í látbragðsleikinn sem við þekkjum svo vel, en áður en förum í hann ætlum við að kynna nýjung til sögunar sem er svokölluð keppnisáhorfenda spurning og við hvetjum nú stuðningsfólk liðana. Frábært nafn. Já, þetta er frábært nafn. Og við hvetjum nú stuðningsfólk liðana heim í stofu og í sjónvarpssal til að draga fram snjallsíma og gera allt klárt fyrir Twitter. Því það er þar sem að þið getið tekið þátt í þessari spurningu. En fyrst er rétt að spyrja hver vill byrja og stigalægra liðið sem er Flóahreppur í þessu tilfelli fær að ákveða hvort liðið byrjar. Við leyfum íspurningum að hefja leik. Takk. Það hafið það. Og það má segja að áhorfandaspurningunni sé að einhverju leyti ætla að koma í stað síma vinarins sem að fær ekki að vera með í vetur. Og fyrri áhorfandaspurning kvöldsins hljóðar svo. Hverrar þjóðar voru flestir ferðamenn sem komu til Íslands Keflavíkurflugvöll á síðasta almanaksári? Það er sem sagt frá 1. janúar til 31. desember 2016. Og valmöguleikarnir eru Bandaríkjamenn, Bretar, Frakkar eða Þjóðverjar. Og það sem að fólk þarf að gera er að fara á Twitter og skrifa einfaldlega þessu millumerkið útsvar A, útsvar B, útsvar C eða útsvar D eftir hvort það heldur að sé rétt svar. Og svo munum við fara yfir það hérna á eftir hvernig þjóðin svarar á Twitter og þið ráðið þá hvort að þið séu sammála þjóðinni eða ekki. Já, við hvetjum að sjálfsögðu salinn líka til að taka þátt. Til þess að tísta, en við ætlum að vinda okkur Sólmundur í leikinn á meðan. Og hver ætlar að leika fyrir ykkur? Greipur, við sko æfðum á sunnudaginn. Þið eru búin að æfa þetta? Já, við vorum með svona útsláttarkeppni, þannig að... Til þess að ákveða hvert okkar ætti að leika. Já. Við vorum reyndar fyrst með spurningu í pep-hópnum okkar á Facebook. Já. Og hver... Við vorum með svona hóp á Facebook, sko, það vorum með svona könnun, sko. Já. Það sem að fólk átti að kjósa og Greipur kom... Það var að Tinna kannski sem kom. Nei, Greipur, hann tók það var alveg, já. En það staðfestu við það líka með æfingu bara, það var alveg. Þið verið ekki sökuð áhugaleysi, það er ekki að segja það. Og Greipur er búinn að rífa sig úr, þannig að við eigum von á góðu. Hvernig viltu hafa þetta? Á ég verið hérna minn? Svona? Er ekki... Greipur, hvar viljum við hafa hann hérna? Hérna. Akkurat. Hérna. Þannig að við... Leika bara fyrir þau. Já. Okay. Það er alveg nú.
Og megum við þá byrja? Enginn má gefa frá sér hljóð á meðan hann að leika nema auðvitað þið til þess að giska. Já. Það heilla þarna. Koma svo. Gerðu okkur stolt. Þið verðið að segja pass, ekki hann. Já. Allir klárir? Myndavél. Taka ljósmynd. Statíf, ljósmyndastatíf. Þrífótur. Borð. Kista. Kistill. Já, hérna teppi, úlpa, sæng, svefnpoki. Þetta er líkista. Þetta er kassi, þetta er tepp, þetta er Kartaflunni. Frystikista. Já, einmitt þetta, hvernig er þetta? Snjóbretti. Kind. Lambalæri. Rétt. Keyra, aka, þetta er bíll, Hraðahindrun. hraðahind. Pass. Nei, já, við pass bara alveg kýla það sko. Liggja, sofa. Svefn. Kassi, svefn, náttborð. Já. Rétt. Tíminn er búinn. Góður ekki. Ég var gott það. Glæsilegt. Þú áttu 5 rétt og þá þar með 10 stig. Þá voru að vita hverju við klúruðum hana. Það sem að geta verið búin að stytta látbræðið aðeins. Það er þessi dagskrárliður. Já. En hvað var það sem þau náðu ekki? Það var eitt orð sem þau náðu ekki. Var það ekki lambalæri? Nei, þau tóku lambalæri. Það var pallbíll. Já, Það var pallbíllinn sem var vafðist fyrir þeim. Það var það sem þetta, það var okkur að kenna. Og þá er komið að því er það ekki að fá... Niðurstöðu þjóðarinnar á Twitter. Já. Já. Og við fáum hana upp á skjá. Já. Krakkar, þetta er skellur. Þetta er skellur. Þið fengu enga hjálp. Það áhorfandur útsvað sér á Facebook. Já, þeir kannski er ekki alveg á Twitter. En ég veit ekki, ég myndi ekki taka þessu persónlega eins og þið eigið enga vini. Það þarf ekki að okkur, ég myndi taka þessu persónulega ef ég verið þið. En svo kannski, Ég er að reyna að gera ekki, sko. En svo er fólk kannski líka bara örmagna í, sko... Það er allir sofnaðir. Það er allir búinir að vera með þumalinn á snertiskjánum í dag, sko, að flétta fréttum, þannig að... Snjallsíman í batterislausi. Þið verðið bara að svara sjálf. Já. Bandar ekki með. Þau ekki eins og vinni salm. Ég er bara áhverjað þessu. Hingað koma. Í topp 3, sko. Það er alveg ljóst. Þeir sem hingað koma. Já, tæknir er Mögulega kannski tæknastríð okkur, við hengjum okkur í það. Já, segjum það. Hvað það segja? Þú segir Bretar. Nei, ég er spjörn. Já, þið segir það báðir. Það þarf að koma núna. Bandaríkjamenn. Þið segir Bandaríkjamenn. Það er hár rétt. Sko. Þið vitum menn, þau þurftu enga aðstoð. Þið þurftu enga aðstoð. Þetta er glæslegt. Jæja, þá er komið að seinni keppnis áhorfandarspurningunni. Flóðarheppi, leggst þetta ekki vel í ykkur núna? Jú, vel. Keppnis áhorfandur. Sko, þetta er ræðilegu keppnis áhorfandur. Ok, við endurtöksast leikið frá því áðan og aftur beinum við spurningu til áhorfenda. Krakkar, þið verðið að twitta. Og þetta er til áhorfenda heim í stofu og sjálfsögðu hérna líka og við gefum 4 möguleg svör og byggjum ykkur áhorfendur góður að hjálpa ykkar liði með því að tísta það svar. Ok, og við skulum bara byrja. Spurningin er þessi. Af hverri eftirtalina fisktegunda veiddist mest á nýliðnu fiskveiði ári í tonnum talið? A. Kolmunna. B. Þorski. C. Makríl. Og D. Loðnu. Og þið bara sendið svarið sem að ykkur finnst líklegast í gegnum Twitter. Það er bara hashtag á þetta, eins og þið sjáu hér á skjánum. Það er hashtag útsvar A, hashtag útsvar B, hashtag útsvar C og útsvar D. A fyrir kolmunna, B fyrir þorskin, C fyrir makríl og D fyrir loðnu. Já, og nú skulum við sjá hvort að þið eigið vini eða hvort að tæknin stríða okkur aftur. Það kemur allt saman bara í ljós. Allir í sveitin á Twitter. Já, ég er alveg viss um það. Ég held það. En
þá ætlum við að drífa okkur í leikinn og hver ætlar að leika fyrir ykkur, flóamenn? Stefán ætlar að gera það. Að sjálfsögðu ætlar Stefán að henda sér í það. Já. Jæja, Stefán. Nú er ég spennt. Já, ég líka. Þú mátt ekki gefa frá hljóð eins og kom frá áðan. Nei. Það má ekki heyrast orði í ykkur áhorfendur góðir. Og þið verðið að segja pass. Yes. Allt í góðu. Það er bara allt sviðið hérna. Þú bara sviðið þitt. Bara, Kannski fá sjó. Já. eru allir klárir? Ég held að. Byrjum núna. Tölva. Tölvuskjár. Fartölva. Það er rétt. Snúður. Heyrnartól, hátalari. Flötuspilari. Hljómplötuspilari. Hljómplata. Plata, geisladiskur. Geislaspilari. Kassetta. Pass. Botn. Stundaglast. Rétt. Tapatóri. Tappi. Korktappi. Rétt. Stútur. Synda. Já, gefa hundi fiskamatur. Tíminn er búinn. Hvað var þetta? Þetta er glæsilegt. Þetta var hanastél sem hann var að leika. Sáðu ekki hana? Mér finnst þetta vel gert í Stefáni. Mjög sniðugt. Glæsilegt. Hvað kom þarna? Kom ekki spiladósin? Nei, hún kom ekki. Spiladósin kom ekki. Þetta fengu 6 stig. 6 stig fyrir Flóarepp. Það er glæsilegt. Klöppum fyrir því. Jæja, nú er spennan í algleymingi. Hverjir voru að tísta? Hver var að tísta? Hver? Já, akkurat. Já, við skulum sjá niðurstöðuna úr seinni keppnis áhorfenda spurningunni. Það virðist vera jafnmikil þáttaka í sveitinni og Ísafirði sem er frábært. Sem að renni stóðumundi þá kenningu þetta sé tæknileg bilun. Við vonum það. Já, það er þannig sko. Þannig að þá þurfið þið bara að giska. Já, heyrðu, við giskum bara á loðnu. Við erum náttúrulega hálfgeir landkrabbar en við ætlum að giska á loðnuna. Þið ætlum að giska á loðnuna? Já. Það er ekki rétt, krakka mínir, því þetta er þorskur. Heildaraflið þorsk var 244.253 tonn. Kolmunni var næstum 207.806 tonn. 196.832 tonn veitust af loðnu. Þannig að hún var í 3. sæti og svo 144.688 tonn af makríl komu á land. Gunnar þarf að halda fram að lesa upp aflatölur og við förum í auglýsingar með það. Astronomy challenges us. From one perspective, we're just grains of sand adrift in an infinite and indifferent ocean. But from another perspective, we are nature's most magnificent creation. Collections of atoms that can think and wonder about the universe and choose to explore it. Í heimildaþáttaröð frá BBC skoðar Brian Cox alheiminn og fjarlægar óravítir hans allt frá dauðadjúpi svarthóla til fjarlægra heima sem gætu hýst líf. Alheimurinn, mánudag á RÚV. Komið sæl aftur, við höldum áfram með útsvarið, æsispennandi keppni, Ísafjarðarbær og Flóahreppur og þegar við fórum í auglýsingar og vorum enn að dvelja við stóra tístmálið og það er komið í ljós, það var fullt af fólki sem var að tísta en það bara skilaði sér ekki alla leiðin í myndverð, þetta verður vonandi komið í lagi í næsta þætti. Ekki? Jú. En þetta er ekki þið, það er góðfréttirnar. Þegi vinni, engar áhyggjur. Mjög gott. En þá er komið að orðaruglinu og það er með hefðbundnum hætti og þið ættu að þekkja þetta. Hér birtast 16 orð sem þið er að raða saman í 4 flokka. 2 stig fást fyrir hvern flokk sem þið náið að raða saman og 2 stig viðbót fyrir að segja okkur hvað saminar orðin 4 í hverjum flokki.
Takist ekki að raða orðunum saman í flokk áður en tíminn úti enn hægt að fá 1 stig fyrir að skilgrina þá rétt. Og það aftur Flóahreppur, ekki, sem fær að velja hvort þau byrja eða... Skal bara byrja núna? Byrja núna? Já. Þá bara fáið orðin upp og þið eru tilbúin? Já. Ekki bara. Gjörið svo vel. Tíminn það bil hálfnaður núna. Það getur þetta vera alls konar gildrur. Skóflustunga. Já. Glæsilegt. Þá spurning hvort að þið telji ykkur geta útskýrt hvernig þessi orð tengjast þarna. Fyrsta það mænustunga, geitungastunga, hnífstunga, skóflustunga. Það rétt. Og svo þetta eitthvað allt sem við getum fundið í kirkju, fontur, kór, grátur, stóll. Rétt. Og það hrossafluga, hrossagökur, hrossalátur með fórskipti hross fyrir framann. Og þetta allt í laginu í Kardimonbænum, hvar húfa mín, hvar hempa mín, síðasta. Þetta hárrétt, vel gert. Þetta æsi spennandi. Það eru 16 stig sem þið fáið út af þessu. Þannig að skyndilega eru jafnt. Þá ætlum við að vinda okkur bara í næsta orðarugl. Það komið að ykkur, Ísafjarðarbær. Já. Eru þið tilbúin? Já. Gjörið þið svo vel. Nei. Heldur þetta sé gildra hérna? Já. Já, það mátt að líta á. Það mátt að líta, sko. Við getum ekki bara að byrja að prófa það útgáfuna.
Tíminn er rétt rúmlega hálfnaður. Þetta sko hólhraun, gálgahraun, svínahraun, eitthvað eitt við það. Berserkjahraun. Flottur. Sko. Já! Þetta snúið. Þetta er snúið. Þetta á að vera snúið. Já, þetta ansi svona. En það eru komin 8 stig í hús og nú geta bæst við stig ef að þið getið sagt okkur hvernig þessi orð tengjast. Já, þetta bláa eru hraun. Berserkjahraun, svínahraun, gálgahraun og hólhraun. Það er rétt. Þetta gula eru útlits einkenni á dýrum. Já. Já, það er rétt. Það er rétt. Og hérna... Þetta er bara svona dugnaðar einkunnir. Að vera forkur, að vera jaxl. Skörungur og þjarkur. Þetta er svona eitthvað sem er... Já, skörungur. Já, við gefum ykkur eftir það. Þetta er bara orðið við duglegt fólk. Já. Og svo er það sem við fengum hérna síðast, sko. Fiskur, tönn, plata, bringa. Við fengum það nú gefins. Hvað viljið þið skjóta á? Við þurfum bara að fá þetta. Já, við segjum passa á það. Ég segi passa á það. Já. Passa á það. Eitthvað sem er í Þorrabakka? Nei, þetta er allt saman orð sem að taka forskeitið gull. Gullbringa, gulltönn, gullplata og gullfiskur. En þið fá fullt stigum fyrir þetta. Ekki klappa fyrir báðanliðum. Þar með vindum við okkur yfir í valflokka spurningar og við fáum upp flokka á skjáinn sem eru 4 flokkar sem að þið getið valið úr og það lið sem velur fyrst er stigalæra lið og það er Flóahreppur. Hlaup. Já. Það er svo miklu nammigrísir, við viljum hlaup. Það er hlaup, þið veljið hlaup og í þessum flokki tengjast allar spurningar maraþonhlaupi með einum eða öðrum hætti. Fyrsta spurning sem gefur 1 stig. Maraþonhlaup draga nafn sitt af góðsögninni Feitipetes sem var hlaupið frá borginni Maraþon allaleg til Aþenu til að greina frá fræknum sigri Aþeninga á Persum. Hvað heitir land það í dag sem áður hét Persía? Íran. Já, Íran. Rétt svar. Það er rétt. Þá er það næsta spurning sem gefur 3 stig. Fyrir tæpum mánuði, þann 19. ágúst, luku 1267 karlar og konur frá öllum heimshornum heilu maraþoni á götum Reykjavíkur. Fyrstur í mark var ungur Íslendingur á 9 Íslandsmeti, 2 klukkustundum, 28 mínútum og 17 sekúndum, rúmum 11 mínútum á undan næsta manni, Svíanum Patrik Eklund. Hvað heitir þessi nýji Íslandsmeistari og Íslandsmethafi í maraþonhlaupi? Heyrðu, segjum bara Arnar Jónsson. Ekki er það rétt. Viljið þið reyna við þetta, Ísfirðingar? Já, við getum giskað, við vitum það ekki. Þannig við segjum bara eitthvað nafn. Já. Sigmar Björnsson. Nei. Ég verð nú að segja að þau í Flóahreppi voru nærði. Hann heitir Arnar Pétursson. Nei. Og þá halda þau svarrétti. Og þá var það 5 stiga spurningin. Í hinni æsilegu kvikmynd Maraþonmaðurinn leikur Dustin Hoffman titilhlutverkið en Laurence Olivier fer á kostum í hlutverki hins illa tannlæknis og pyntingafauta Dr. Zell.
Leikstjóri myndarinnar var enskur og þótt Akademían hef ekki tilnefnt marathonmannin hans til Óskarsverðlauna, þá var hann tilnefndur fyrir leikstjórn hans á myndunum Darling og Sunday Bloody Sunday og vann Óskarinn 1969 fyrir leikstjórnina á Miðnæturkúrekanum, þar sem Dustin Hoffman var einmitt í öðru aðalhlutverkana. Hver er þessi leikstjóri? Við þurfum að fá svar. Við erum ekki með þetta. Ísfirringar. Já, við ætlum að giska að það hafi verið Smith. Smith? Er það ekki eftirnafni sem gildir? Jú, já, það er. Já, ég held að það sé algengast. John Smith. Já, við þurfum ekki að segja það. Við þurfum ekki að segja það. Nei, það er allavega ekki rétt. Það er John vissulega, sem þið gískuðu ekki einu svona á. Og það heitir John Schlesinger. Glæsileg maður. Skulum bara gefa ykkur öllum gott klapp fyrir þetta þrátt fyrir það. Og þá förum við í næstu valflokkarspurningu og það er Ísafjarðarbær sem að má velja sér flokk. Þannig að nú er bara spurning, hvað má bjóða ykkur? Sko, ég kann ekkert risaeðlur. Kannski er þetta svona risaeðlur eins og fólk sem er það. Já, nei. Ertu meira embættismenn? Kannski. Nei, ég sé við tökum bara september. Ég hef oft lifað september og þeir eru skemmtilegir mánuðir. Það er september? September. Eða demb ykkur í það. Já. Herru, þá byrjum við. Í þessum flokki er spurt atburði sem orðið hafa í septembermánuði eða tengjast þeim atburðum á einhvern hátt. Og við byrjum á einstigsspurningunni. Og hún hljóðar svo. Nýtt fiskveiðiár hófst 1. september eins og verið hefur frá árinu 1990. Og eins og framkom hér áðan þá veitist mest af þorski við Íslandsstrendur á síðasta ári. Svo komu 3 uppsjávartegundir, kolmunni, loðna og makríll. Hvaða fiskur skyldi hafa verið í 5. sæti en af honum veitust rétt tæplega 110.000 tonn? Var hann ekki? Nei, hann var ekki í þessum fjórum. Já, er það ekki? Við þurfum að fá svar. Nú er ekki svona klukka og við heyrum ekki neitt. Já, við ætlum að giska á síld. Það er bara hárrétt hjá okkur. Og þá er það 3. stiga spurningin. Hinn 3. september 1783, þetta er bara orðið svo alþjóðlegur í þessu. Svo húsvísk. Já, þetta er svo húsvíst. Já, ég ætla að byrja upp á nýtt. Hinn 3. september 1783 undirrituðu fulltrúar Bandaríkja Norður-Ameríku og breska heimsveldisins friðarsamninga. Þar sem hinir síðarnefndu viðurkenndu Bandaríkin sem frjálst og fullvalda ríki, auk ýmislegs annars. Þessi sögulegi samningur sem tók formlega gildi í maí 1784 batt enda á frelsisstríðið sem staðið hafði frá því í apríl 1775. Hann er jafnan kenndur við evrópsku borgina þar sem samningaviðræðurnar og undirritunin fóru fram. Hvaða borg er það? Evrópsk borg, þar sem samningaviðræðurnar fóru fram. Undirritunin. Já, verið á einmitt. Það er að París það. París samkomulagið. Já. Í fyrra. París. Þið segir París. Eða Versalir, sem er útkverfið í Parísar. Já. Versalasamningarnir. Farðu ekki að leita í Jómi. Veitu, hvað? Við ætlum að segja Versal. Megum við að fá loka svar? Já, akkurat. Þetta er Versalasamningarnir. Það er ekki rétt. Þetta er París. Við ætlum að segja Vín. Þið ætlaði að segja Vín? Já. Það er ekki rétt. París er það. Nei! Já. Mjög nærriði. Þetta var blekkandi hik hérna sem hún komst með. Er það? Þú ert ekki einu sekundu hugsun hvernig Nei. Við erum alveg.
Þá förum við í 5 stiga spurninguna. Laugardaginn 13. september 1952 varð Ísland fyrir því mikla láni að hér fæddist stúlka sem skömmu síðar fekk nafnið Guðbjörg Edda og er Björgvinsdóttir. Árið 2015 lék hún aðalhlutverkið í Eddunni, gamanleikum leikkonu á besta aldri, sem fengin sem gestur í vinsælan spjallþátt til að tala sjálfa sig og ferilinn og vera skemmtileg og interessant. Verkið samdi Edda sjálf í samstarfi við aðra leikkonu sem einnig leikstýrði sýningunni. Hvaða leikkona og leikskáld og leikstjóri og uppistandari er það? Vá. Mér er að sé það, já, einmitt, já. Ég er með aðra hérna. Já, hérna. Veit hvað, hún heitir... Skil ekki eins og hvað stendur. Tíminn er búinn, krakkar. Já, mitt Helga Braga. Hvað segið þið? Helga Braga, Helgadóttir. Helga Braga. Jónsdóttir þá. Jónsdóttir. Já, Helga Braga Jónsdóttir, það er ekki rétt. Flóa Hreppur, viljið þið? Já, við viljum giska hérna á Halldóru Geirharðsdóttur. Það er ekki rétt heldur. Þetta er hún Björk Jakobsdóttir. Já. Allt frábæra konur sem að voru nefndar. Já, allar með fyndnar. Og við höldum áfram. Mjög. Þarna sjáðu Björk, glæsileg kona. Glæsileg. Hún er rólu. Elskar rólu. Þetta er skemmtilegt. Hún er svo hress. Já, það leik eitthvað svona. Stutt í gríni á henni alltaf. Jæja, Sólmundur. Þá koma ykkur. Flóa Hrepp að velja. Við höfum 2 flokka eftir og... Guðlaug. Við skulum bara prófa hana Guðlaug. Það er Guðlaug. Já. Þá setjum við með þetta. Í þessum flokki verður spurt 3 nokkuð ólíkar Guðlaugar eða eitthvað sem þeim tengist. Þá er það 1 stigs spurningin. Þetta er Guðlaug, sjáum mynd. Nefnd svo eftir Guðlaugi Hjörleifssyni verkfræðingi sem hafði eftirlit með framkvæmdum þeim sem meðal annars kölluðu á þessa safnlaug á lægsta punkti sem komist verður á eftir íslenskum vegum. En hún er 165 metra undir yfirborði sjávar. Í hvaða mannvirki er Guðlaug? Hvað sagði það? Jú, frekar heldur en máli. Já, undir sjávar. Við segjum Hvalfjarðargöngin. Það er rétt. Þá er það næsta spurning sem gefur 3 stig. Þetta mannvirki hefur fengið nafnið Guðlaug og á að rísa við Langasand á Akranesi. Nokkru vestar og sunnar í veröldinni er annar Langisandur eða Langaströnd, Long Beach, 3. fjölmennasta borg Kaliforníu. Þaðan kemur mikil baráttukona fyrir kvenréttindum, ekki síst í íþróttum og þó alveg sérstaklega í tennisheiminum, þar sem hún á einstakan afreksferil að baki. Til dæmis vann hún 20 titla á Wimbledon, 6 þeirra í einstaklingskeppni, 10 í tvíliðaleik og 4 í tvendarkeppni. Hún er líka 10 kvenna sem hafa unnið öll risamótin 4 og svona mætti áfram telja. Og samt er hún líklega þekktust fyrir að hafa unnið 1,5-60 karlfösk í tennisleik sem kallaða var bardagi kynjanna. Hvað heitir þessi kjarnakona? Þetta er svolítið síðan, ekki? Og við þurfum að fá svar. Við segjum bara Smith. Það er ekki rétt. Ekki rétt. Þá... Já, sko, við erum ekki með þetta annað en Williams. Nei. Og þá Serena. Williams, já. Þetta er hvorki Venus né Serena. Þetta er ekki Williams. Til leið. Svarið er Billie Jean King. Já. Þið verður nærið að segja Michael Jackson, sennilega. En svarið helst þá í Flóahreppi. Og meira íþróttakonur. Þetta er 5 stiga spurning. Guðlaug Edda Hannesdóttir er íslensk afrekskona í íþróttum.
Í fyrra varð hún Norðurlandameistari ungmenna í sinni grein og í byrjun þessa mánaðar krækti hún í bronsverðlaun á Norðurlandameistaramótinu. Í hverju keppir Guðlaug Edda? Hún utanhús. Er hann ekki í ykkur frjálsíðurústagrein? Já, jú, þríþraut. Við ætlum að segja hún keppi í þríþraut, sem sagt hjóla, synda, hlaupa. Það er hárrétt. Hárrétt. Það er sko blöð og með sólgleraugun. Frábært, good. Jæja, Þá sitjum við uppi með Svartapjötur. þið sitjuð uppi með Ég risaeðlurnar. astaðist til þess að segja að ég Já. kynni ekkert um risaeðlur. Já. Sitjum uppi með það. Við sitjum uppi með þetta saman hérna. Já. Í þessum flokki verður nefnilega spurt risaeðlu tónlist. Ha, En það er Bach og Beethoven og... alls konar. Við förum í einstigs spurningu. Hljómsveitin Risaeðlan gerði það gott á seinni hluta 9. áratugar síðustu aldars. Hver var söngvari og saxafónleikari þeirrar góðu sveitar? Hún var nefnd hérna áðan, Halldóra Gerðarsdóttir. Það er bara hárrétt. Og við förum í 3 stiga spurninguna. Það er spurning sem ég flakka til að lesa. Hljómsveitin Tyrannosaurus Rex, ég vinn í útvarpinu notabene, Tyrannosaurus Rex eða T-Rex, var brautryðjandi á sviði glísroksins. Þar var Mark Bolan jafnan mest áberandi, en hinn aðalmaðurinn í bandinu var trommarinn Steve, sem í frumbersku fékk nafnið Stephen Ross Porter, en tók sér síðan nafnið Steve Peregrine Took. Seinni nöfnin 2 sótti hann í skáldsögu sem naut mikilla vinsælda á hippatímanum og nýtur jafnvel enn meiri vinsælda nú. Hver er skáldsagan? Hvað Túk? Sem að nýtur enn meiri vinsælda núna. Nei, ekki síður. Ekki síður. Já. Bók sem að hefur orðið vinsæl á síðustu árum. Eða alltaf í síðan. Hafið þið lesið 1984? Nei, ég segja það. Hún er að, já, giska það? Giska hvað sig? 1984. 1984. Altså þessi bókin Já, þá. bókin, já. Já, það er ekki rétt. Flóahreppur, má bjóða ykkur að spreita ykkur á þessu? Við segjum... Hobbitin. Það er rangt, þetta er næstu bær við, þetta er Lord of the Rings. Já. Svakalega var það. Já, svakalega nærri því. Já. En það er þá 5 stiga spurningin sem að fer þá bara til Ísafjarðar. Takk fyrir það. Og við heyrum hljóð. Hér syngur ung bandarísöngkona risaeðlu, reyndar í yfirfærðri merkingu því hún er að syngja eldri kall að reyna við kornunga konu sem kann bara hreint ekki að meta það. Lagið er á fyrstu plötu söngkonunnar, sú heitir Animal og kom út árið 2010. Stærsti smellurinn á þeirri plötu er lagið TikTok sem hefur selst í ríflega 15 milljónum rafrænna eintaka. Haustið 2014 kærði hún framleiðandann og útgefandann Dr. Luke fyrir margvísleg og alvarleg ofbeldis- og kynferðisbrot gagnvart henni á 10 ára tímabili og fór fram á að hún yrði leyst undan öllum samningum við hann og útgáfu hans. Málið vakti mikla athygli en á endanum dæmdu dómstólar útgefandanum í vil. Í ágúst síðastlinnum kom svo 3. plata söngkonunnar út hjá sama útgáfufyrirtæki og áður. Sú plata heitir Rainbow. En hvað heitir söngkonan? Hún heitir Kesha. Það er bara hárrétt. Og þá vindum við okkur í auglýsingar en komum aftur eftir smástund.
Ég á eftir að segja svo margt við ykkur áður en ég dey. En hann þarf að byrja að borða þess að ná sér af þessu. Nei, ekki núna. Á mánudaginn verða landamærin opnuð og vonir á 7 flugvélum til landsins. Við erum að fara að setja reglur um það hvernig þetta virkar. Þeir sem eru að fara að koma til landsins þurfa að aðlaga sig að þeim. Ég held að sé búin að læra biturri reynslu. Hvernig á ekki að gera hlutina? Auðmikið Sigrún, hún fær alltaf leiðarnar að mér sko. Stormur, sunnudag á RÚV. Velkomin aftur, núna vindum við okkur í loka hluta útsvarsins þetta kvöldið. Og Gunnar, þú ætlar að kynna hvernig það gengur fyrir sig. Já, svona örlítið nýjung, sko. Stóru spurningarnar verða bornar upp núna í síðasta hluta þáttarins, bara eins og verið hefur. En 2 breytingar hafa verið gerðar. Það er að segja, við ætlum ekki að hringja í vin, sem að googlar hitt og þetta fyrir okkur. Og á móti þá spurningahöfundur búinn að lofa því að hafa allra erfiðustu spurningarnar ekki alveg jafn svæsnar. Og hann hefur oft haft það, því að þið náttúrulega googlið ekki í hausnum á okkur, skiljið þið. En hin breytingin er svo að við ætlum að fara í svolitla rúllettu. Það verður hjól sem snýst þegar að í ljós hefur komið á hvaða flokki þetta hjól lendir, þá velja liðin 5, 10 eða 15 stiga spurningu. Og þetta verður ekkert langsótt. Þú veist, ef að flokkurinn heitir einhver ákveðnu nafni, þá spurningarnar bara mögulega eiginlega dálítið það. Ok, við ætlum bara að vinda okkur í þetta. Flóareppur byrjar og við skulum bara sjá hvaða flokk þið fáið. Snúfið eða? Það er gert fyrir ykkur. Okay. Flokkur 2. Og það er tímatal sem að sá flokkur heitir og við bjóðum ykkur að velja hvort þið viljið 5, 10 eða 15 stiga spurningu sem snýr að tímatali. Þú veitir ekkert af því. Ég held við tökum bara 15. 15? Já. Þegar skipt var tímatal í kaþólskum löndum Evrópu og horfið frá hinu júlíanska tímatali til hins gregorianska gerðist tvennt. Annars vegar voru gerðar ráðstafanir til að tryggja nákvæmara tímatal fram í tíman, ekki síst með breytingum á hlaupársreglunni. Hins vegar var svo skekkja sem skavankar júlíanska tímabilsins höfðu þegar valdið leiðrétt aftur í tíman. Það var gert með því að fella einfaldlega niður ákveðin fjölda daga. Því var það svo að daginn eftir að hið nýja tímatal gekk í gildi, sem var 4. október 1582, rann ekki upp 5. október, heldur hvaða mánaðardagur? Mér minnir þetta að vera 9 dagar. Aftur á bak. Það er svo stytt. Féll úr. Já, féll úr. Þannig að það komið 13. Já. Segðu það. Við ætlum að segja að það verið 13. október. Það er ekki rétt. Ísafjörður getur fengið 3 stiga þið svarið þessu rétt. Já, sko það er spurningin hvort þetta hafi ekki bara verið, sko nullunin hafi átt sér stað þarna. Svona ef við höfum að giska á eitthvað. Þannig að það hafi þá verið 1. janúar. 1. janúar? Já. Já. Það hafi verið bara mjög mögnuð skekkja hafi svona safnast upp. Bara ný ástíð. Já. Vel gert. Það er að sjálfsögðu ekki rétt. Það voru dagurinn sem umræðir er 15. október, það voru 10 dagar sem voru felldir út. Og það var ekki hróflað við vikudögum, þannig að 4. október sem var 50 dagur, þannig að 15. október sem kom þá daginn eftir, ekkert eðlilegt það, hann var föstudagur. Og þegar gregorianska tímatali var innleitt á Íslandi aldamótaárið 1700, þá var skekkjan orðin aðeins meiri og því voru 11 dagar felldir niður hér á landi. Þar hafið það. Það er ekkert flókið. Þetta kom ekki. Nei, þetta kom ekki. Þá er bara komið að Ísafjarðarbæ. Og við fáum rúllettuna, krakkar. Komur svo. Gott númer. Jæja.
Já, það er flokkur 4 og það eru íþróttir. Já. Og nú bara spyrjum við, má bjóða ykkur 5, 10 eða 15 stiga spurningu í flokknum íþróttir? Já. Við tökum 10. Okay. Jú, það ekki alltaf. Sko, ef við tökum, það er 14 stigum á milli. Ef við tökum 5, þá erum við komin upp fyrir 15 stiga múrin, sko. Við þurfum í raun ekki endilega mikið meira. Af því að ég kann ekkert íþróttum. Og ef ég þekki ykkur rétt, þá kunnum við ekki neitt. Einmitt. Já, ok. Já. Ok, ég var að prófa 10 kannski. Já, ég legg það til. Já, prófa bara 5. Hvað séð þið? 5. Ég ætla að, já. Simsalega 5. Fara í 5. Jæja. Ein skærasta stjarna Evrópumóts kvenna í knattspyrnu í sumar var hinn danska Nadia Nadim. Þótt Nadia hafi keppt fyrir Dani og sé danskur ríkisborgari, hún þó ekki fædd þar í landi, heldur kom hún þangað sem flóttamaður með móður sinni og 4 systrum, eftir að faðir hennar var tekinn af lífi í heimalandi fjölskyldunars. Hvaða land er það? Afganistan. Það er rétt. Þá snúum við hjólinu fyrir Flóahrepp. Flokkur 1 sem er íslensk samtíma menning. Og hvort má bjóða ykkur, eða hvað má bjóða ykkur, 5, 10 eða 15 stiga spurningu? Verðum við ekki að leggja 15 undir? Já. Við ætlum að... Við hendum bara í 15 aftur. Reyna að hala ykkur inn. Rúllettum þessu. Já, hvergi banginn. Við sjáum myndskeið. Eini starfandi glerblásarinn á landinu slökkti á glerbræðsluofninum síðustu mánaðamót. Þar með leggst glerblástur af á Íslandi í 4. sinn frá því hann hófst. Við spyrjum einfaldlega, hvað heitir þessi síðasti íslenski atvinnu glerblásari í bili, að minnsta kosti? Ég líka. Það hljómar ekki verið einhvað annað, ég er alveg blankó. Amma horfir á mig. Heyrðu, hún heitir bara Guðrún Kristjánsdóttir. Ekki alveg. Bara alls ekki. Og bjóðu ykkur að pröfa? Já. Sko, við sáum öll þessa frétt. Já, munum ekki hvað Munum ekki, og ég held að maður hafi nú séð þessi verk bara mjög víða í gegnum áratugina, náttúrulega. Ef ekki ská hérna, hann heitir Gerður Kristjánsdóttir. Það er ekki rétt. Nei, það er ekki. Það er ekki rétt. Hún heitir Sigrún Einarsdóttir. Já. Það mátti reyna. Já. Það mátti reyna. Það var ekki mörg Þetta veit þetta ekki. Já. Ekki mörg nöfn eftir að nefna hana. Svar ykkur, já. Ekki sér bá. Jæja. Þá er komið að Ísafjarðarbæ aftur. Það er ekki rétt sem er. Jú, snúa hjólinu fyrir þau. Við ætlum að snúa hjólinu. Það er ein rússneska rúlletta. Það er allavega rúlletta. Við spyrja einu fyrst. Er þetta síðasti hluti? Nei, er svo önnur umferð af stóru spurningum? Er þriðja umferðin af stóru spurningum? Þetta er síðasti hlutin, eða ekki? Þetta er önnur umferð, það er til að fá möguleika aftur eftir. Það er 2 spurningar eftir. Já. Við erum bara að reikna þetta aðeins. Þið 2 eftir, já, og þau eina eftir. Og þið eruð að fá núna ykkar. Kílómetra. Það ekki. Við líst vel á þetta. Óhræð. Ég vona að við fáum 3. Og hjóli snýst. Flokkurum fækkar. Þetta er gert, nei. 8. Það er flokkur 8. Jæja. Þið fáið hér flokk 8, Hollywood stjörnur. Finna. Spurning hvort þið séu vel að ykkur í því og ég bara spyr, má bjóða ykkur 5, 10 eða 15 stiga spurningu í þessum flokki? Mér finnst skemmtilega að vita svarið. Já, heldur hún að ég vil pressa tölurnar niður. Akkurat. Já, þá tökum við bara 5. Já. Þið takið 5 stiga spurningu? Já. Ok. Íslenska tónskáldið Jóhann Jóhannsson hefur vakið verðskuldaða athygli vestur í Hollywood og raunar miklu víðar fyrir tónlist sína í hinum ýmsu kvikmyndum.
Jóhann er þó langt í frá eini íslenski tónlistarmaðurinn sem hefur gert það gott í Draumaborginni. Atli Örvarsson er annar slíkurs, en hann hefur samið, útsett og unnið að tónlist fyrir fjölda stórmynda vestra og enn fleiri vinsæla sjónvarpsþætti. Fyrsta íslenska kvikmyndir sem Atli samdi tónlistina fyrir er líka margvellunuð. Hún var frumsýnd 2005 og leikstjórinn var Grímur Hákonarson. Nei, 2015 afsakið. Hún var frumsýnd 2015 og leikstjórinn var Grímur Hákonarson. Hvaða mynd er þetta? Já, Greipur? Nei. Tryggvi? Ég held að þú sért með besta giskið okkar, sko. Líka. Já, 2015, það er bara svo langt síðan. Já. Það eru 2 ár síðan 2015. Já, en er þetta ekki hrútar? Hvað segirðu? Hrútar. Þetta eru auðvitað hrútar. Sko, kallir. Tíminn er svo afstæður. Sérstaklega í bíó. Já, og sér 2 ár langt síðan, já, en samt ekki, sko. Þá er það síðasta spurningin sem síðasta stóra spurningin fyrir Flóarhepp og við snúum hjólunum fyrir þau. 4 flokkar eftir. Þetta er æsispennandi. Jæja. Það er flokkur 7. Það eru geimför og geimfarar. Viljiði 5, 10 eða 15 stiga spurningu í þessum flokki? Ég skrifa niður fullt þetta. Við skulum fara í 15 bara. Já, við klárum þetta með stæl og tökum 15. Takk í 15. Þó að fyrir dómara sem að léttar í 15 stöða spurningar hafa hann ekki alveg staðið. Látum reyna á það aftur. Það er svona að sjáu til hvort hann sé ekki að braggast. Þessi glaðhlakkalega kona hefur kannski ekki slegið öll met, en hún hefur slegið þau giska mörg. Hún kom til jarðar aðfaranótt 3. september eftir 288 daga í alþjóðlegu geimstöðinni ISS og var þar með sá bandaríski geimfari sem dvalið hefur flesta daga samfleytt í geimnum og jafnframt sá sem verið hefur flesta daga í geimnum samtals eða 655. Í þessari reisu var hún líka fyrsta konan til að stjórna ISS geimstöðinni og hún hefur farið í fleiri geimgöngur en nokkur kona önnur. Hvað heitir þessi metsetjandi geimkona sem hefur verið töluvert í fréttum fyrir þessi afrek sína undanförnu? Það get ég ekki, sko. Smith. Voru nú vonast til að hann myndi spyrja hvaða káltegundur er að Heyrðu, við segjum bara... Nadia Chapman. Já, nei, Chapman bara. Chapman. Það er ekki rétt. Svarið þú færist yfir. Einmitt. Það er Williams eða Smith, er það ekki? Já, Williams. Þeir eru nærði því en oftast, en það er Whitson. Peggy Whitson. Peggy Whitson. Þannig að ekkert stig fyrir ykkur. Nei. Ekki kom þetta. Þá var það síðasti flokkurinn fyrir Ísafjörðbær. Já, það er bara síðasta spurningin. Eru þið klár? Við erum klár. Jep. Ég held að það verið 3. Spennandi. 5, já. Það er flokkur 5 og það kuð vera byggingalist. Og nú bara spyr ég, viljiði 5, 10 eða 15 stig í þessum flokki? Ef við takkum 15 eða? Nei, ég bara... Og enda á því að tapa. Nei, það er svona eins og í stangustökk sem endar alltaf á því að maður klúðrar að þrissa. Já, það er umulegt. Nei, þá tökum við 5. 5, já, tökum við 5. Já, leiðilegt, já. Þið takið 5 stiga spurningu. Ólafur Elíasson er með þekktari og eftirsóttari listamönnum samtímans. Hann hannaði meðal annars gler- og ljósahjúpinn utan Hörpuna, en ljós- og litarsamspil er honum afar hugleikið eins og glöggt má sjá í mörgum verka hans. Eitt af þeim er regnboginn, 150 metra langur og 3 metra breiður hringlaga gangur úr gleri í öllum regnbogans litum
sem stendur á súlum ofan á þaki listasafns í evrópskri borg. Hvaða borg er það? Hún heitir Ef við séum allt saman. Ég hefði með sér saman. Við vorum að heimsækja... Þið eru rosa mikið saman. Við vorum að heimsækja Arnþrúði systur hans Greip sem er einmitt að horfa á okkur akkurat núna. Og býr í þessari borg sem heitir 1, 2 og Árósar. Árósar. Það er alveg Þetta var eitthvað svo fallegt og lýsir ykkar sambandi svo fallega. Þessi þrenning þarna, þetta var glæsilegt. Takk. Og hvernig standa þá stigin? Þá er þetta orðið ljóst. Já, það eru Ísfirðingar sem hafa 62 stig á móti 33 stigum Flóahrepps. Þannig að Ísfirðingar, þið hafið því sigraði í þessari viðleik. Bara gefum ykkur gott klapp. Það borgaði sig að standa fast á því að vilja vera saman í liði. Það fer alltaf vel stað. Hann var sko, það var dálítið stress að við værum öll á sama aldri. En hérna... Og hefur komið á daginn, þó. Jú. Það stress var að hluta til að náður einhver veist. Já. En við erum gamlar sálir. Gamlar sálir þarna og ungar. Þið komið aftur. En Flóahreppur, þetta var ykkar frumraun í keppninni. Hvernig líður ykkur? Bara mjög vel, gaman að fá að vera með sko. Já. Það er óhætt að tapa að sama skapi, en það spillir ekki fyrir að liðið er gott, við erum að etja skapi við. Engilega fellur þetta liðið keppni sko. Við verðum að halda áfram. Það er alltaf leið. Þetta er glæsilegt, en heyrðu, liðin eru væntanlega með einhverja glaðninga eða ekki? Eða hvað? Jú. Jú. Við vorum svo heppin að við fengum hraðsendingu frá Ísafirði síðdegis í dag. Já. Hingað beint í útvarpshúsið. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti allavega hér að ég var sko mjög stressaður þegar ég komst að hverjir væri í þessu liði. Þeir eru sko Gettu betur, snillingar og hjá þeim. Þannig ég sko er rosa ánægður með að unni. Miklu ánægður en ég hér. Þannig takk fyrir það. En Tinna, vilt þú segja ekki eða Gylfi? Lítið í poka? Já, við erum með ýmislegt góðgæti að vestan. Það er salt og það er súkkulaði og fiskur og svo er ferð í Perlunavíkur. Vá. Glæsilegt. Á ég þá fara yfir núna? Já, bara skottastu með þetta yfir maður og þetta er æðislegt. Hvað eru þið með? Handa? Já, heyrðu, við erum með... Takk fyrir. Takk fyrir keppnina. Fyrir ekki að ég er að grípa fram. Já, bara að gera þetta. Hefur ekki að lifa þeim, bara takist í hendur áður en nú byrjar Helga mín. Ég skal bara bíða. Já, svona, þá gjörðu svo vel. Takk. Já, þú fer bara yfir með þetta með hann. Heyrðu, já, þetta er svo að 2 gjafabréf í gistingu, þannig að það getur komið 2 svar og gist hjá okkur. Annars vegar á gistiheimilinu Bitru og hins vegar á Sveitahótelinu Vatnsholti og þar fylgir líka 3 rétta kvöldverður og morgunmatur og alls konar fínt. Svo er drykkjamál og kerti frá Fandísu Huld sem rekur Galleri Flóa og það eru gjafabréf upp á nautakjöt. Við vildum ekki koma með nautakjöt eða hættu að skemmast eitthvað svoleiðis. En það er bara gjafabréf upp á það og svo í ullavinnsluna í Þingborg þar sem er alls konar gúrum með ullavinn. Þetta er mikil matarkista Flóahreppur, heyrðu. Já, heldur betur. Heyrðu, þetta er bara glæsilegt. Við þökkum ykkur bara kærlega fyrir þáttina og ykkur áhættu fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Við verðum aftur að viku liðinni. Heldur betur og þá munu eigast við lið Snæfellsbæjar og Akranes. Baráttunum Vesturland. Sjáumst þá. Takk fyrir.